Þú ætlar að tala háflæði, súrefni og nýjungar og nóttekið. Gjörðu svo vel, Elisabeth. Takk hérlega fyrir. Góðan daginn. Ég ætla að tala háflæðisúrefnið, grunnstæði. Það eru, hvernig maður á að þýða þetta. Þetta oft talað high flow oxygen therapy eða high flow oxygen cannula á enskunni. Ég ætla bara að tala háflæðisúrefni. Þetta leið til að gefa sjúklingum súrefni í miklu magni á öruggan og velþólulegan hátt með svona nefglirugum. Þetta hefur verið þekkt í notkun hjá börnum heldur lengur, til þess að þau þola illa aðra annan öndunarstuðning, en núna í vaxandi mæli að koma meira inn hjá fullorðnum á síðustu árum. Og svona ástæða fyrir að ég tala um þetta í dag af því að það verið að fjárfesta í þessu hérna sjúkrahúsinu. Það sem sagt þessi meðferð til á gjörgæslunni og bara að koma inn á barnadeildina núna. Þannig að mér langaði svona að kynna ykkur fyrir þessu. Og þetta notar þetta svona hefðbundna nefgleraugu sem við þekkjum öll. Þau hafa marga kosti, þau þólast vel, sjúklingum finnst þægilegt að hafa þau og einfalt að setja þau upp. Þau hafa einnig aðra kosti í það að þau einfalda samskipti við sjúklingana. Sjúklingarnir geta að tala við okkur, við getum að tala við þá og við getum betur fylgst með svona hvernig þeim líður og tjáskiptum hjá þeim í staðinn fyrir andlitsmaskana eða ytri öndunarvæli grímurnar. Og þessi súrefnisgjöf líka þolist til lengri tíma. Að því sjúklingarnir eiga auðveldara með næringarinntöku að þau geta borðað á meðan súrefnið í nefinu og þurfa ekki að fara úr grímu eða einhverju öðru slíku. Einu svona kannski vankosturinn við þessi hefðbundnu súrefnisgjöf það að þau eru svona lágflæði kerfi. Þau geta bara gefið takmarkað magn af súrefni áður en þau fara að pirra sjúklinginn og það talið svona kannski fyrir mestalagi 5 lítra að þá sjúklingur bara byrjar að upplifa það mikið óþægindi af súrefnisflæðinu og þurrki í nefinu að hann hefur eiginlega ekki gagn á meiru. Það sem háflæðikerfi gerir það að það tekur eiginlega alla kostina úr lágflæðigleraugunum og bæti við miklu meiri afköstum í súrefnisgjöf og súrefnisgetu. Að maður getur stillt bæði flæðið og súrefnis innöndunarprósentuna og maður getur farið allt upp í 60 lítra á mínútu, sem alveg fáránleg tala, og gefið títra súrefnisprósentuna upp í 100%. Aðrir svona kostir umfram lágflæðikerfi það að með háflæðikerfinu getur fengið visst píp eða svona jákvæðan þrýsting í lok útundunar sem hefur jákvæða svona lífeðlisfræðilega kosti fyrir sjúklinginn, fyrir nánar í það eftir. Og í þessu kerfi það getur gefið heitt og rakabætt loft í miklu betra eða meira gæðum heldur en í lágflæðikerfinu. Og svona up to date tók saman að það verið svona 6 punktar varðandi þessa súrefnisgjöf umfram lágflæðikerfið og ég fer í hvern og einn punkt á eftir. En í byrjun þá var það mjúkt og eftirgefilegt nefstykki, heitt og rakt súrefni. Ég lagði ekki íslenska þetta en svona washout of nasopharyngeal dead space, skóla burtu lofti sem nýtist ekki í loftskipti, pípáhrifin, háflæði súrefnisgjöfin og minnkað innöndunarátök fyrir sjúklinginn. Þetta tæki sem til upp á gjörgæslunni. Það svona ársgamalt og þetta mjög nett kerfi. Þetta sem sagt, það eru 2 leiðslur inn, annars vegar fyrir súrefni og síðan fyrir andrúmsloft og það blandað í þessum kassa og maður stillir bara hvað maður vill marga lítra á mínútu og hversu mikið súrefnisprósentu. Síðan fer það í hita á rakabætarann og maður stillir hitan og rakinn kemur á sterilu saltvatni, sterilu vatni og síðan gengur þetta út í nefbyrstu sem við svona áfram. Ef við lítum aðeins á þessa punkta, þessi mjúku og eftirgefilegu nefstykki, ég hélt að þetta væri miklu massívara heldur en þessi hefðbundnu gleru, en þau eru það í raun ekki, þetta bara nokkuð svipað finnst mér, en þau eru svona vel eftirgefilegu og þægilegu sílikoni, þannig að þau sitja betur í nefinu og pirra mann ekki eins mikið. Og svona rannsóknir hafa sýnt það að sjúklingar sem fá að prófa hvoru tveggja og líka andlitsmaskan, að þeim finnst þessi mjúku háflæðigleru miklu þægilegri. Heita og raka súrefnið líka mikill kostur. Við náttúrulega reynum að hita og rakabæta súrefni í lágflæðikerfunum en það virðist bara vera miklu árangursríkara að gera það þegar þú ert með háflæðisúrefni. Og það færði miklu betri árangur. Og við getum stillt þannig að hitin á súrefninu sé sami og hitin sem sjúklingurinn er með og það virðist svona viðhalda miklu eðlilegra umhverfi í öndunarveginum. Það þurrkar ekki upp slímhúðina eða særir hana og svona viðheldur líka sjúklingar sem eru með sjúkdóma sem er mikil slímmyndun, lungnabólga, verstun og COPD, að þetta þurrkar ekki upp slímið sem þeir eru að reyna að losa sig við. Svona viðheldur meiri svona minni slímið þykknar minna og eru eiga auðveldara með að losa sig við það. Þetta er líka orkusparandi fyrir sjúklingina því að hann þarf ekki að nota sín eigin orku
í það hita og rakabeita lofti sem hann að fá. Já, þessi skolun á dauðu lofti sem nýtist ekki loftskipti. Með svona mikið magn eða mikið flæði af súrefni að þá svona skolar burtu lofti sem hefði ekki nýst í öndunarveginum. Og þetta virðist sem sagt auka súrefnisgjöfina til lungnanna og súrefnisskiptin í lungnablöðrum fyrir sjúklinginn. Og það hefur sýnt sig að með þessu kerfi og þessu miklu flæði að þá getur búið til svona ákveðin pípþrýsting. Og það er sem sagt svona jákvæður þrýstingur í lok útöndunar sem sjúklingurinn fær þá. Og þetta svolítið svona bundið eftir hvernig sjúklingurinn anda. Ef hann með lokaðan munn þá fær langt mest píp að það anda móti flæðinu. En leið að sjúklingurinn fyrir að anda með opinn munnina þá svona minnkar þetta snarlega og allt helming. Og þetta svona hálfpartinn línulegt við hversu mikið flæði þú ert með á kerfinu. Því meira flæði, því meira píp. Og það hefur sýnt sig að svona, ef þú fer upp í alltaf 60 lítra frá svona hámarkið, að það farið svona í kringum 6 cm vass af píp. Og píp mjög jákvætt fyrir sjúklinginn í því að það minnkar áhrif á öndun, að það er svona minni orka sem fyrir það að draga inn andan, inn súrefnið. Það dregur úr samfalla á litlum loftvöðum í útöndun og bætir með þessu loftskiptin og hefur svona jákvæð áhrif á hjartað með að minnka meðal annars kvíða. Háflæðissúrefnisgjöfin líka jákvæð. Það hefur sýnt sig að sjúklingar sem eru upplifa mikla andnauð og nota mikinn kraft í að draga inn andan með lágflæðikerfinu. Þeir taka hlutfallslega mikið meira af súrefni úr umhverfinu í staðinn fyrir frá súrefnisgjafanum. Þannig að það verður svona óáreiðanlegra hvað hann virkilega að taka upp frá súrefnisgjafanum sínum, borið saman við háflæðið. Þú ert með það mikið magn af súrefni að koma að hann tekur eiginlega bara upp úr súrefnisgjafanum sínum. Þetta verður svona áreiðanlegri súrefnisupptaka. Og rannsóknir sýna að sjúklingar sem fá nefgleiru á lágflæði og nefgleiru með háflæði og sömu innhindunarprósentu en meira flæði sem háflæðinu, að þeir upplifa meiri hlægindi og það dregur úr öndunarhraðanum hjá þeim borið saman við lágflæði þó sé sama súrefnisprósenta. Já, og bætir líka lungnarúmmálið í hverjum andardrætti að tæta volum. Og að lokum þá þetta orkusparandi, þetta minnkar innhindunarátaki hjá sjúklingunum og líka orkusparandi í það hita og rakabeita súrefni sem kemur inn. Ég velti svolítið fyrir mig hvernig það var að gefa lyfin í þetta kerfi. Það vel hægt og notað á gjörgæslum hérna. Og þá það svolítið úðalyfin og það ekki margar rannsóknir þessi efni en svona rannsóknir í gangi. Og það virðist virka best ef lyfin eru gefin inn í kerfið áður en súrefni fer í hita og rakagefa. Og já, það þarf kannski að rannsaka aðeins frekar og það ekki komin einn svona konkrét ábending það að þetta sé betra heldur en að sjúklingarnir taki það inn bara munn. En hvenær við að nota þetta, hvaða ábendingar höfum við? Það er tiltölulega ný meðferð og rannsóknir ennþá í gangi, en það enn sem komið ekki neinu svona harðar ábendingar, þar sem þetta virðist vera betra umfram aðra súrefnisgjöf. Það eru helstu vísbendingar, þetta virki á sjúklingum sem eru í hypóxískri öndunarbilum, til dæmis með lungnabólgu eða börnum með bronkiolitis, eða interstitial lungnasjúkdómum, og þá helst akkurat í því að gefa meira súrefni og sem sagt að þau eigi auðveldara við að losa sig við slím og svona secretion frá öndunarveginum. Þetta virðist líka vera svona kannski viðbóta meðferð hjá sjúklingum sem þola illa annan öndunarstuðning, til dæmis meðferð með ytri öndunarvegi eða maska, út á innilokunarkennd, út á slæmri fyrri upplifun eða einhverju öðru slíku. Og þá hefur þetta verið notað í svona litlum rannsóknum og case studium í hjartabilun, COPD, í astma og svona vanöndun og offit og tauga- og vöðvasjúkdómum. En þá sem svona viðbótar eða svona hliðarmeðferð af því að meðferð sem við hefðum kosið, hún ekki við hæfi þar. Síðan verið að rannsaka þetta á öðrum sviðum og það svona margar mögulegar ábendingar fyrir þessu. Eftir áverka, þetta hefur sýnt svona jákvæðar niðurstöður eftir rifbeinsbrot og svona minniháttar tráma sem stuðningur þegar sjúklingar að koma úr öndunarvél sem preoxygenering fyrir barkaþræðingu og mögulega sem súrefnismeðferð fyrir berkjuspeglun. Aðeins frábendingarnar og fylgikvillana, það eru mjög fáar frábendingar. Það er kannski einnig helst eða einhver svona anatómískir gallar, ástand eftir skurðaðgerð eða tráma sem gera verkum að gleraugun sitja bara ekki í nefinu. Ég veit ekki alveg hvort þú gæti notað þetta Voldemort. Ekki segja nafnið það Sorry. Nú kemur hann bara á móttökuna.
Og fylgikvillarnir svona, þetta eru fylgikvillar sem sjást hjá flestum öðrum öndunarstuðningi. Blóðnasirnar eru þarna líka, þó það séu sjaldgæfari. Þann á maga, þegar löftur hon í maga og í kjölfari ásvelging og loftbrjóst sést líka. Þetta eru mjög sjaldgæfar og sjást í raun sjaldnar með háflæðigleraunum borið saman við annan öndunarstuðning. Ókostir. Þetta er mögulega svolítið dýr meðferð. Tækið upp á gjörgæslu kostaði svona rétt yfir 1 milljón. Ég veit ekki alveg hvað tækið á barnadeildinni kostaði, en þau virðast vera svona í kringum 1 milljón þessi nýju tæki. 1,5. Já, ég undir halva. Hvernig hafa þetta út? Ja. Og síðan svona það minni öndunarstuðningur þessu borið saman kannski við þessu ytri öndunarvélarnar þegar við getum stýrt þrýstingnum nákvæmlega og þess aftar. Og síðan vorum við að velta fyrir okkur að því að hvað kostar súrefni eiginlega? Af því að ef við erum með svona rosalegt flæði, þó við séum ekki með nema kannski 30% súrefni og við erum með á 40 lítrum, þá ertu nú að gefa ansið mikið af súrefni. Þannig að það er spurning hvort það sé of dýrt. Ég tók saman nokkrar rannsóknir, svona varðandi ábendingarnar helst. Við rennum aðeins í gegnum þær. Hérna er ein svona multicenter rannsókn á 310 gjörgæslusjúklingum og það var sem sagt verið að bera saman sjúklingar sem komu inn í bráðri hýpóxískri öndunarbilun og þeir fengu sem sagt fóru inn í 3 arma, fengu annars vegar öndunarstuðning með háflæðissúrefni í nefglurugum, með andlitsmaska og með ytri öndunarvél. Og þeir voru sem sagt að bera saman hörðu endapunktan á því hvort það væri munur á því að þeir þyrftu að fara síðan í öndunarvél og vera indúberaðir. Og það var ekki marktækur munur á milli þessara hópa. Það var lægst tíðnin í háflæðinu, það voru 38%, 47% í andlitsmaskanum og 50% í ytri öndunarvélinni, en það var ekki marktækt. En síðan þegar þeir fóru svona að skoða til lengri tíma þá virtist vera marktækur munur á 90 daga mortality hjá háflæðimeðferðinni borið saman við hinar. Hvað sem það síðan segir okkur til lengri tíma. Aðeins í bráðri öndunarbilun, þetta var rannsókn sem var það eru fáir sjúklingar og hún var bæði huglæg og hlutlæg og þessi kom inn á bráðamóttöku og fór í svona víxlmeðferð. Fyrst fengu þeir öndunarstuðning með maska með heitu og rauku súrefni og síðan eftir 30 mínútur var skipt yfir á háflæðiglerauga og þeir voru síðan spurðir eftir á hvernig þeim fannst meðferðin þolast og hvernig þeim leið og síðan var líka mælt öndunartíðni hjá þeim og hvernig hlutþrýstingur súrefnis og koltvísýrings væri í slagæðablóði. Og sjúklingarnir þoldu betur háflæðigleraugun, fannst þægilegri og upplifðu minni svona andnauð, leið almennt betur. Það var marktækt lægri öndunartíðni hjá háflæðissúrefninu og hlutþrýstingur súrefnis var mun betri, marktækt hærri hjá þeim. En engin marktækur munur á hlutþrýstingi á koltvísýringi. Varðandi stuðningsmeðferð eftir að sjúklingar komu á öndunarvél, það er mjög lofandi niðurstöður þar. Þetta var multicenter randomísri rannsókn á 527 gjörgæslusjúklingum og þetta var sem sagt, ef maður skipti í 2 hópa eftir að þið komu á öndunarvél og fengu þeir annaðhvort meðferð með háflæðissúrefni í nefglurugum eða svokallaðri hefðbundin meðferð sem var annaðhvort maski eða venjuleg nefglurugum. Og það sýndi sig að það var marktækt lægri tíðni á því að sjúklingarnir sem fengu háflæðisstuðninginn að þeir þurftu að fara aftur í öndunarvél. Og það var 4,9% hjá háflæðihópnum borið saman 12,2% hjá hefðbundna öndunarstuðningshópnum. Og síðan var einnig marktækt lægri tíðni á post-extubation öndunarbilun hjá háflæðinu borið saman hinn hópnum. 8,3% á móti 14,4%. Og aðeins varðandi svona preoxygeníku, að gefa þeim súrefni áður en þeir barkaþrættir. Þetta voru 101 sjúklingar á gjörgæslunni og þeir fengu annars vegar háflæði meðferð fyrir barkaþræðinguna og síðan andlitsmaska. Og það sýndi sig að háflæðihópurinn á sama einöndunarprósenti hafði hærri súrefnismettun fyrir barkaþræðinguna og súrefnismettunin féll síður hjá þeim. Hún fór miðað við það að hún færi undir 80, það var svona harður endapunktur og það var bara 2% hjá háflæðihópnum á móti 14% hjá andlitsmaskahópnum. En síðan þegar Cochrane tekur þetta saman og fer svona yfir rannsóknir síðustu ára að þá segja þeir að þeir finna engar svona harða endapunkta eða ábendingar fyrir því að háflæðimeðferðin sé eitthvað betri en annar öndunarstuðningur. Og hérna þurfum við sem sagt bara að rannsaka þetta meira. Aðeins hjá börnunum. Þetta hefur svona kannski mest verið í notkun hjá börnum með bronkiólitis eða svona bráðberkjubólgu.
og ég tók eina rannsókn sem var mikið vitna til en hún hefur kannski svona vankanta. Þetta aftursýn rannsókn á barnagjörgæslu og þeir skoða tvö RS-tímabil. RS-tímabil áður en háflæðimeðferð kemur inn á sjúkrahúsið og síðan eftir að háflæðimeðferð kemur inn á sjúkrahúsið. Og eftir að háflæðimeðferðin kemur þá voru bara 9% barnanna sem þurftu intuberingu voru saman við 23% árið á undan. Og já, það var svona spurning hvað það segir okkur en virtist þarna gefa árangur. En síðan tók Cochrane líka saman 2014 og þeir segja eiginlega bara að svipa að við höfum engin hörð sönnunargögn það að háflæðissúrefni sé árangursríkara eða öruggara heldur en súrefnisgjöf sem við höfum nú þegar. Svo hafa svona sérfræðingar velt þessu fyrir sér og komið með svona ábendingar. Er þetta mögulega bara enn eitt hliðarskref hjá okkur? Erum við að lengja tímann hjá sjúklingum sem eru í öndunarbilun þangað til að fá öruggan öndunarvél, eru settur öndunarvél? Erum við að búa til að nýtt auka skrefið eða þau þurfa ekki ytri öndunarvél að prófa þetta og vegnar ennþá verð? Ég fann ekkert það í rannsóknum, það var allavega ekki hærra mortality hjá þeim. Og svona, þetta náttúrulega tekur ekki burtu klíníkin okkar, við þurfum náttúrulega bara klínist meta sjúklingin okkar og taka ákvörðun það hvenær sé orðinn þá tæpur að við förum ekki út í einhverja auka meðferð. Og önnur svona aðra vangaveltur sem voru áhyggjur af í byrjun var það hvort þetta myndi maskera eða tefja fyrir greiningunni á acute respiratory distress syndrome hjá fólki og tefja þá að við myndum hefja meðferð við því. Vegna þess að greiningarskilmerkin fyrir RDS hlutþrýstingur súrefnis í slæðablóði borið deilt með innandari súrefnisprósentu undir 200 og með háflæðinu þá virðist þeir vera að fá meira súrefni í slæðablóði borið saman við sitt innandaru prósentuna að þetta kæmi seinna fram. En eins og áður þá ekki rannsóknir það að háflæðissúrefnið endi frekar í RDS eða í öndunarvél eða dauða. Og náttúrulega ef sjúklingarnir okkar fá meira súrefni inn með þessari leið þá það jákvætt. Þannig að þetta allavega hefur ekki sýnt sig ennþá þessar svona áhyggjur sem voru til staðar í byrjun. Aðeins súrefnismeðferðina hérna á SAG, hérna eru þessi tvö tæki. Þetta vinstra megin það sem voru gjörgæslunni, ég var búin að renna aðeins yfir það áðan og síðan þetta nýja tæki sem komið á barnadeildina. Og það eiginlega svo nýtt að það ekki byrjað að nota það ennþá. Og þetta mjög þægilegt tæki að þeir líti fyrir þeim og eins og á barnatækinu þá stillir bara hérna hvað verður mikið flæði. Börnin eru yfirleitt með minna flæði heldur en fullorðnir skiljanlega. Og síðan stillir við súrefnisspörstuna á öðrum stað. Tækið á gjörgæslunni það meira svona fancy snertiskjá og svona mælistýri sem það rúllar eftir. Og hérna raka tækið þar sem að stillir hitann. Og þetta var bara því ég kveikti á það í gær, þá var það við herbergishita og síðan hækkar þessu upp, hittar þessu. Ef við tökum þetta saman, þá háflæðissúrefnismeðferðin leið til að gefa súrefni í miklu magni með gleraugun. Þetta skilar sér í auknum þægindum, betri öndunarstöðningi og betri súrefnisupptöku fyrir sjúklinga, borið saman sérstaklega við lágflæði gleraugun. Það fáar ábendingar og fylgjukvillar fyrir þessari meðferð, en enn sem komið ekki klár ábending fyrir þessari notkun. Það eru til rannsóknir sem benda til gagnsemi á mörgum sviðum en ekki komin einn svona skýr akkurat ábending og þá virðist þetta helst verið í hypóxískri öndunarbilun og síðan á öðrum sviðum eins og til dæmis við stuðning eftir að fólk kemur úr öndunarvél eða súrefnisgjöf fyrir barkaþræðingu til dæmis. En ekki neina rannsóknir sýna fram á ávinning í formi af lækkandi dánatíðni eða barkaþræðingu hjá þessum sjúklingum. Og þetta til staðar á SAG á gjörgæslunni, búið að vera þarna í 2-3 ár og núna komið á barnadeildina. Og verður gaman að sjá hvernig það nýtist hjá okkur. Þá þetta nú eiginlega komið á mér og ég þurfti að sjálfsögða að prófa þetta. Ég var mjög spennt að vita hvernig 60 lítrar af súrefni var í nös. Þetta þóttist bara svona allskotu vel. Ég fór vel oxygenur heim í gær og síðan þetta bara alveg frábært lúk, það ekki líka? Heyrðu, Takk fyrir spurningar. Já, þegar þetta notað sem preoxygenasjón, hefur þetta þá ekki á meðan þú barkaþræðir sjúklinginn? Jú, en þeir minnkuðu flæðið og tóku það alveg niður. Áður en þú barkaþræðir? Já, en þeir tóku ekki tími að taka þetta af og síðan fara að barkaþræða. En skrúfuðu flæðið alveg niður? Skrúfuðu hann eiginlega alveg niður, já. Tóku þetta. Ég sé það kannski fyrir að þetta getur vandræðum
er svona rosalega flæði, sko, ef við slím þá að frusast þetta margt. Já. Það er kannski fyrir þess, skilur, kannski þess að segja það. Ég hefði samt bara ráðaðarnir sem var að kynna þetta fyrir nokkrum árum. Þá þeir höfðu alltaf flæðið á og sögðu þetta hjálpflæði á ráðaðarnir. Þeir voru með flæðið á meðan þeir voru þar. Allstað sem það hjálpst. Já, ég þakka vel undirbúið fyrir þetta. Hérna tvö spurning, oxygen toxicity og hérna tíðina af sýkingar, eins og ég veit gjörgæsludeild og öndunarvél sjúklingar í hættu fyrir gjörgæsludeild sýkingar. Hérna hvaða eru saman þessi með sýkingar, eitthvað rannsókn í þessum? Ég fann ekkert auknar sýkingar, allan var ekki talað það eftir degi. Líklegast minna, þetta náttúrulega minna invasive. En oxygen toxicity gjörgæsluhjúkrunar töluðu það sem fólk svolítið svona eufórist að þessu. En ég fann ekki mikið það. En svona, mín reynsla þessu, mér fannst þetta að vera svona svolítið skrítið. Það er spil saman til það þegar við höfum verið róleg og með COPD-sjúklingar með retensjón þegar við gefum þeim BiPAP og CPAP. Þá höfum við hugsað að litlu öndunarvegirnir eru betur opnir og þess vegna safnaði ekki á sig koldíoxíð. Þegar það er ekki hypoventilation. Nú sagður að þetta gefur svolítið píp og CPAP við trú að hjálpi fólki fyrst og fremst að þeir minnkar á öndunarveginn og þetta minnkar á öndunarveginn líka. En veistu retensjónina? Við getum ekki verið jafn áhyggjur lítil og með þetta eins og við erum með CPAP. Nei, ég myndi ekki halda það. Og þessar svona, þegar var verið að mæla hlutþrýsting koltvísýrings í blóði hjá þessu fólki, þá breyttist hann eiginlega ekkert við það að fara þessu meðferð. Það var þessi eina rannsókn sem var, eina rannsókn sem sýndi. Já, og það er ekki mælt með þessu sem fyrstu meðferð hjá hyperkapnískri öndunarvélar, meira hjá svona sjúklingum sem þola hinn ekki. Er þetta ekki eitthvað sem ætti að vera til að lifa til, eða er þetta eitthvað sem svæfingarlæknar eru aðalega? Ég hef náttúrulega þetta fyrst. Þetta er ekki verkfæri sem bara svæfingarlæknar eru með? Nei, en það er svona mest aðalega með þetta að segja bráðamóttökum og gjörgæslum svona eins og staðan er núna, en þetta er svona innlegast á fleiri staði. Og okkar kannski þurfa meðferðir. Hvernig notið þið þetta í dag? Sko á gjörgæslunni er þetta helst notað sem stuðningur eftir að fólk kemur á öndunarvél og í þessari hýbóxískru öndunarvélum. Í sjúklingum helst með lungnabólgu skildist mér á hjúkrunarfræðingunum og gjörgæslulæknunum. Þið gamlu refir, hvað segir þið? Já, sko from the International Journal of Anecdotal Medicine. Það fann ég grein. En þess að ég hefur einn kostur sem ég sé við þetta þetta sem kemur kannski óbeitt fram þarna með bílina og þetta gert annað. Stundum við erum sjúklingar sem verðum að svissa fram og tilbaka. Stundum við erum sjúklingar sem eru orðin ákveðna háðir CPAP-inu. Þá eftir að nálgast því að vera BiPAP-inu og að nálgast að ætla að vera intuberaður. En svona stundum náðu að keyra þetta fólk í nokkar daga og það kemst yfir á þess að vera intuberaður. En með því að hafa þetta, þá getum við kannski frekar hvílda á þessu og það fær ekki verið til þess að borða og hafa á þessu. Það er ekki innilokað í þessari grímu rosalega langan tíma. Þannig að stundum, það eru svona nokkrir sjúklingar, þetta er ekki rosalega stór hópur, það sem að þetta svona einhvern veginn svona bjargar þá til hlutunum. Meðan þess að það getur bara setið frá stokki, tala og getur borðað á næst. Er eitthvað tracheostomy til að nota með tracheostomy sjúkling? Nei. Getur verið að nota með tracheostomy sjúkling? Hefur það til? Nei, ekki hindra það. Þetta getur verið að vera. Já, það. Það er ekki Veikveisar með þingveiskópi og svona. Er þetta ekki gefa svona bronko til að svona í þetta? Já, það er hægt sko og verðist vera best að það eru gefnir áður en þetta fyrir hita rakabætan. En engar rannsóknir sem sýna að það sé eitthvað betra heldur en sjúklingarnir taka bara sko ef þeir geta það. Haraldur? Já, ekkert merkilegt að ég heyri greinilega út vel oxygeneru og það verður fluttum byggverðstunum. Þess er svona bara ekki vísindalegt en ég finnst þetta skrítið sko hvernig þetta gleraugu, hvað eru gleraugun í þessu sambandi? Já, það er svona, sumir tala Ég get að finna eitthvað annar nafn á þetta. Gunnar Guðmunds vill tala nefndistli. Já.
Það svona kannski færið sem, já, ég ákvað að segja gleru og tala bara háflæði. En hvað heitir þetta á ensku? Cannula, nasal cannula. Hvað með að nota þetta í sjúkraflugi? Já, það svona spurning, hvernig gengur að við erum með sjúklinga á þessu kannski að bráðamóttökunum þurfum síðan að flytja. Getum við farið með þetta í flugvélina? Þetta notar alveg ótrúlega mikið magn af andrúmsloftsúrefni. Þannig að það er spurning hvort við hefðum nóg í flugvélinni til að flytja sjúklinga svona. En Björn talaði það að hann hefði flutt krakka í Noregi á svona tækjum. Þannig að 20 mínútur í þyrlu þetta. Þannig að við þurfum að fara á Grímsey. Guðjón? Ég var bara eftir að hann nefndi þarna fysiológisku jákvæð þættina. Gera, hiti, raki og allt þetta. Nú erum við að gefa súrefni sem á þessa út allt þessu. Ættu það að gera eitthvað aðhverjum að maður fyrir lóflók getur að haga því bara fara yfir í þessa fysiológisku með rakabóli. Það er spurning. Við reynum náttúrulega að það er lóflók er stundum rakabætt. Það er hægt að setja raka í það. Það er bara virðist að þegar við komum með þetta háa flæði að þá er meiri árangur á því. Það virðist vera raka bættara einhvern veginn. En já, það er góð spurning sko hvort að lágflæðikerfin hefði ávinning af þessu. Er þetta hitað þegar þú nefndir það? Er þetta hitað bara upp í 37 gráður? Það er bara hita kassi. Þetta fer náttúrulega svo hratt í gegn að fúnkshjónlexis að hita virkar kannski ekki en það er... Já. Við sjáum að drótt að það er slímið þóttnar og þeir fólknar sem stöð sko. Fólk að blóðþynningu fær oft endurtegna blóðnasir og svona. Og það er spurning. Ég sé ekki því til fyrirstöðas að þetta sé til eitt af 2 tækjum á lifandi. Þetta er engin galdur að nota það sko. Við getum notað það alveg vatnsætt og við getum lifandi ekki. Er Eurovision stefning ekki fólki yfir? Já. Já, notað á Eurovision. Fleiri spurningar? Það er pínu vindur í þessu. En ekki smikill og ég bjóst við. Ekki svo símafdækin eitthvað slíkt? Nei. Það er ekki við hláðað frá vílinni sjálf? Nei, það er bara svona aðeins svona... Það er gustur svona. Já, vélinn sjálf er ekki svo eins og... Nei, alls ekki, nei. Það er meira akkurat bara gustur þar sem þetta kemur úr nefngliru. Það þólist alveg merkilega. Það var aðeins að þessi líktur kraft að það er líka sko, aðra nýstöldum og það kom með þessu aftur, það var klínisk með dreikt og ég var komið með hýturtakningu. Það er að skrifa undir, maður verður hægt að það, setja við þetta. Og einstaklega því var að það hefði einstaklega því var geysilega gott. Og svo var maður að nota ákveðkast en á þess að senda saman sjúklingu hókvæmta sem við erum einhverjum Þau verður þessum ekki verið tengt á þetta og á þessi Þetta var þarna smá testum við þetta fyrst þetta fólk og það var bara rútina þegar og þetta er þessi gáðan eins og þetta segja það tínu smá að punta sköngunum saman en þetta er kostu líka að maður getur forðað fyrir þessu yfir í venjuleg bara meðu fyrir ekki svona skleru þannig að því að minnka flæðið og auka svoðið þá við komum með bara eins og sett með venjuleg blöðki slíkt að það er þá að prófa hvort að sjúklingur sé tilbúin til þess ef ekki þá bara breytir slíkt og það er hvort hættu á það er í saman tæknum Tækið okkar líka síkvæmt. Það er ekki bíkvæmt en það er hægt að fá grímu og nota það sem síkvæmt. En hvað er einhver læri, er það verið talað í nýkur á fjölda? Það er engin læri mörk. Nei, það var ennumörkur sem voru að vanta að
Þetta er eitthvað 10-12 ára undir blöðinu sem við sko. Við skoðum krakkar sem er yfir árið þá er það nokkuð í stæði. Það átti glemdast að átti eitt stæki sem fór upp í 30-40 blöðinu þannig að það voru ekki eitthvað byggjar krakkar en það var einstaklega undir. Og þetta voru fyrst og fremst mjög lítið börn sko því fyrstu þegar það er mánuði í verðinu. Og það þau sem byggjar það. Og það þá notað, þú veist, það einnot allt sem frá tækinu og upp í nærbarnu sjúklingum. Ég held það, já. Oddur, er það ekki reskilega? Það einnot allt sem frá tækinu og upp í nærbarnu. Það kemur allavega einum pakka, já. Kostar alveg skiptingin hér. Já, en Kostar hvað? Nei, hún ætlaði að tjekka það Brynja. En það er náttúrulega líka einnotað svipað. Það er ekki dýrar. Framtíðar. Bara ég hætti sér átt og skemmti að því. Eru þeir spurningar að koma? Þetta er super. Basically eru hestalættir, þetta eru nefbelti. Nefbelti, já. Mér skilur ekki gott, sko. Er það ekki bara þegar þeir, þú veist, á eyrunum? Jú, ætli það ekki að þetta gangi hérna.